Skattframtal er skýrsla sem maður þarf að gera einu sinni á ári, yfirleitt svona síðla vetrar, og það eru ákveðin dagsetning hvenær maður á að vera búinn að skila skattframtali sem er auglýst á hverju ári. Í skattframtalinu þarf maður að telja fram hvaða tekjur maður hafði, hvaða eignir maður á í árslok og hvað maður skuldar. Og ef maður keypti einhverja stóra hluti þá þarf maður, eins og húsnæði eða bíl eða eitthvað þess háttar, þá tilgreinir maður það og skilar inn til skattsins, og þá er reiknað hvort maður hafi borgað of mikið í skatt miðað við þau laun sem maður hafði eða of lítið. Nú, ef maður borgað of mikið þá fær maður borgað tilbaka. Ef maður borgað of lítið þá þarf maður að borga það. Og ef maður borgaði skuldarskatt þá þarf maður ekki að borga það allt í einu. Því er dreift á mánaðamótin sem eru eftir af árinu, en skatt, þetta er kallað álagningarseðill sem að kemur í 1. júlí, og þar kemur fram niðurstaðan úr þessum útreikningi, og þá kemur í ljós hvort maður skuldar eða hvort maður fær endurgreitt. Flestir náttúrulega eru bara á núlli, nema að þeir þurfa að borga reyndar útvarpsgjaldið og í framkvæmdasjóð aldraðra alltaf 1. júlí, en það er ekki verulegar upphæðir. En ef ég skuldi eitthvað að ráði, að þá er ágætt að því er dreift á nokkra mánuði, og það er hægt að koma því þannig fyrir að það sé bara dregið af laununum hjá manni þessi mánaðamót, en þetta er ekki reikningar þannig lagað sem maður þarf að borga.